Hverjar eru andlegu fjötrarnir og hvernig hafa þeir áhrif á sambandið okkar við Drottinn? Jæja, hverjir eru andlegu fjötrarnir? Hvað eru þeir? Fjötrar eru hindranir, ekki satt. Eitthvað sem kemur í veg fyrir að ég geti tekið á móti blessun frá Guði. Sú blessun getur verið efnisleg eða andleg. Efnisleg blessun: hús, heimili, föt, ferðir, peningar, efnisleg blessun. Heilsa er líka efnisleg blessun. Og sú andlega blessun, andlegu gjafirnar og stuðningurinn sem Guð getur veitt mér til að þjóna, það er andleg blessun. Og þegar við höfum fjötur, þá getum við örugglega ekki tekið við þessum blessunum, hvort sem það eru efnislegar eða andlegar. Fjötur er þegar við höfum einhverja galla, einhverja synd í hjartanu sem við getum ekki losað okkur við. Reiði, biturð, þrætur, öfund eða ágirnd. Eða kannski er einhver manneskja öfundsjúk, gagnvart nágrannanum, vinum eða fjölskyldu, og fer að stunda göldur eða seiðmagna og óska þeim ills. Allt þetta verður af fjötrum sem hindra að Guð geti blessað mig, andlega eða efnislega. Það eru sumir sem fara kannski ekki að stunda galdra eða seiði, en lifa samt með biturð og reiði, heilsa ekki fólki, eru skapillir, blóta, móðga og lenda í rifrildum heima fyrir, í deilum, þrætum vegna skapsins, vegna reiðinar. Allt þetta eru fjötrar. Það eru líka einstaklingar sem efast. Þeir koma í safnaðinn, í kirkjuna, en þeir efast, trúa ekki að Guð tali, trúa ekki að Guð ætli að blessa þá. Þetta verður líka af fjötrum vegna vantrúarinnar. Fjötrarnir samanstanda af mörgu sem safnast upp í lífi okkar og umlykur okkur, svo að við getum ekki tekið á móti blessun Guðs.